Og svo þegar við förum yfir í lok Jósúabókar, í 24. kafla, þá Jósúa að kveðja fólkið sitt. Og þar segir hann frá 14. versi, óttist því drottinn og þjóni honum eiginlega og dyggilega og kasti burt guðu þeim feður yðar þjónuðu fyrir handafljóti og í Egyptalandi og þjónið drottni. Þetta boðskapur fyrir nútíma líka. En líkið yður ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverju þér viljið þjóna, hvort þetta guðum þeim feður yðar þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handafljóti, eða guðum Amoríta, hverra land þér nú byggi, en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Þá svaraði víðurinn og sagði, fjarri sé þá oss að yfirgefa drottinn og þjóna öðrum guðum. En það var nákvæmlega það sem gerðist. Þeir gleymdu Guði, hættu að lesa reikningarnar eða fara eftir orði drottins. Jesús Kristur konungur alheimsins. Hugsaðu ykkur. Hann hét því að koma aftur til að sækja fólkið sitt. Hann hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Hann getur ekki hugsað sér að vera án okkar alla eilífð. Til þess skapaði hann mannkynið, okkur öll, til þess að við gætum notið eilífðarinnar með honum. Í Rómverjabréfinu segir Páll postuli, því brýni ég yður bræður, að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilagri Guði þóknanlegri form. Það sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öll þessari. Heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hversu vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Eigum við að reyna þetta við? Guð ekki harður húsbóndi. Hann elskar okkur svo mikið að hann gaf son sinn í heiminn, eins og hann nú farið illa með hann, til þess verðamætti að frelsa okkur, hvert og eitt okkar. Í Jesaja í 1. kafla, 18. vers segir, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Það alveg sama hver fólki kann að vera. Guð býður þig velkomin eða velkomna til hans og hann mun hreinsa allan soran úr lífi okkar. 19. versi. Ef þér auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér njóta landsins gæða, en ef þér færist undan því og þverskallast, þá skulu þér verða sverðibitnir, munnur drottins hefur talað það. Nei, drottinn hefur enga ánægju af því að deyða fólk, hvort heldur við sverði eða byssu eða nokkurn annan hátt. Hann bara að lýsa því hvað gerist ef við þiggjum ekki hans náð og frelsi og frelsun. Þá munum við farast. Og nú kannski finnst ykkur, já, Steini minn, þú nú búin að hóta nógu miklu í dag. Hvernig væri nú að lina aðeins á þessum boðskap? Mildan aðeins. Ég bara gef ykkur það sem drottinn ásetur hverjum einasta prédikara í hvaða trúarsöfni þessu kunna vera að boða boðskap komu Jesú Krist aftur í þennan heim. En áður en það gerist að hann komi, þá gengur á ýmsu. Og við vorum að lesa sumt af því. Sumt að gerast hér á landi alveg fyrir augum okkar. Græðgi og svo framvegis. 24. kafli. Þar það hjá Matthíasi. Og þar allur kapitulinn. Þar Jesús að lýsa síðustu dögum. Frá 37. versi segir hann, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komið mannssonarins. Dagana fyrir flóði, átu menn og frukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags Nóa gekk í örkinn. Og þeir vissi ekki fyrir flóði kom og hreif þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins.